Hættið að senda börn úr landi. Hættið að senda flóttamenn úr landi. Hættið, stopp. Stopp. Skam. Og ekki láta þau bíða í 10 mánuði. Nei, bara stoppið. Já. Við ætlum að deila með ykkur 10 vídeó. 10 styrla þendur. Það ekki sturlaður bara. Við ætlum að deila með ykkur 10 atriðum sem að koma okkur óvart í fyrirhluta meðgöngunnar sem kannski ekki svona venjulegu óléttu hlutirnir endilega. Hanna? Já! Ég finnst þetta ónýtt einkenni. Ég kvef. Það kom mér á óvart hvað ég kannski með fá óléttu einkenni eða svona hvað óléttan hefur truflað mig lítið. Mjög smagnaði og það var konan mín sem bara gráðin á baby og bara gert annað líka mitt og mér. Já, ég er með óða mikið kvef og fæ mjög auðvitað sár í munninn. Þetta er bara eitthvað svona 2 óléttu einkenni sem að enginn talar um. Það kom óvart og það kemur líka óvart að það sem að við höfum ekki viljað kynna okkur kynfæri barnsins okkar eða fósturins. Eða það sé eiginlega það fyrsta sem fólk spyr þegar það er svona óskapur til hamingju með að eiga ónabarni, eitthvað svona ætlið að vita. Vitið kynni. Já. Og við segjum, nei, við viljum ekki vita. Og þá fáum við aðtömsjóðu yfir svona flott hjá ykkur. Eða Þið er geðveikt kúl. eitthvað. Já. Og okkur veist bara aðeinsvært kannski hvað margir hafa áhuga á kynfærum barnsins sem er ekki hægt. Já. Ég finnst það ógeðslega fyndið þegar við erum að segja frá óléttun okkar. Þegar fólk eitthvað svona horfir svona á okkur svona allan ekki og þess að horfa svona á mig og þig og svona eitthvað. Svona eins og máttaður. Já, Já. það er ekki svona það. Já. Það veit ekki alveg. Og þú veist þetta fyndi alltaf upplifun að fólk segja eitthvað svona halva maðurinn er svona aðtuga hvort það hafi stækkað eða eitthvað. Matta sem er eldri kótturinn okkar, hún sko er mjög næm fyrir svona líkamlegum tilfinningum fólks, almennt, og er svona huggar manni með reglata. Hún virðist ekki átta sig á þessu óléttu dæmi. En Kili, litla knúti okkar, hann elskar að kúra á mánum og nöðlunum. Já, bara diktabömbunni. Eitt sem ég líka fyndi er hérna eitthvað svona, við erum að tala um barnið og barnið hvað við spennt að hitta barnið og það er alltaf eitthvað svona, já víði bara þegar barnið eru þegar að svíða. Víði bara það var það. Já, við bíðum bara alltaf þetta fyrir að gerast á meðgöngunni. Já, víði bara eftir fæðingunni. Það sé alltaf eitthvað svona hræðilegt handan á vatnið. Það er komin svolítið óvart hvað þetta, við mörgum hvað hefur lífið það. Það er kannski öllum með því að það er ekki með barnið inn í mér. Hvað sé, finnst mörgum að hafa lífið það hægt? Frekar hratt eftir 13 vikur. Já, mjög hægt með fyrstu 12. Það er svona, má ekki segja og maður var bara ógsta spenntur og öllum stressað líka. Mér finnst mjög skrítið að geta sagt að ég sé komin 5 mánuði leið, sko. Já, það er mjög. Og skútandi sem eitthvað með jafnstóra pæja. Pæja? Margir eru líka stressaðir því á þessu fyrstu mánuði að maður segir hvað börninu, það var kannski ekki okkar ágjörð, við varum bara ágjörð að það myndi lifa, hvort það myndi halda hún að vera fóstur. Okkur er náttúrulega alveg saman hvort börnin sé fatlað eða ekki, sem ekki sem það er. Það er mikið samt og við kannski, svona lifum og búum í þannig umhverfi að mikið af okkur vinnum eru þessi ólífanlegu fóstur sem við upplifa að ganga með. Já, og fólk eru ágjörð, þannig að við það var ekki ótti, kannski er kannski ótti nokkur og kannski snýrist meira heilbrigðiskerfið og kannski sendið ótti fólkin í því að ef það hefði komið í ljós í sjónvarpinu, það væri bara
það var eitthvað öðruvísi. Hvernig heilbrigðiskerfið tekið áhrifin þess að okkur fannst sjálfsagt og finnst sjálfsagt að ganga barni í rauninni, hvað það og hvernig það lega þessi bara lífinu að koma í ljós og sjá hvernig gengur. En maður kannski veit ekki heilbrigðiskerfið, hvernig heilbrigðiskerfið Brexit og hvernig heilbrigðiskerfið kynnir spiljamanni það sem í gangi. Það sem kom okkur óvart svo skemmtilega það mæðraverndi. Við í mæðravernd á Landspítalanum. Það ótrúlega góð þjónusta þar. Fyrir okkur kvöldana. Við erum mjög hættar og fengum mjög góð þjónustu. Það sem kom mjög mest óvart í mæðraverndinu hvað þetta svona fungerandi kerfi og hvað svona það maður þykir alvarlega. Já, og maður hvattur til að leita til þeirra. Af því að síðan þessi kona þá var ég svolítið venji að bara mér náðu lækna og heilbrigðisstarfsfólk þannig að þetta fá tíma og þegar maður fær tíma þá er maður með eitthvað 5 mínútur þess að maður þarf að segja allt og svo maður hendi út og maður helst ekki að koma aftur fyrir en maður er bara að deyja. En þannig finnum við með að vilja endilega í tímanni að maður er með ágjur og eitthvað spurningar og það er bara eitthvað næs. Það finnir allir hjálpast að koma skutinni að leið. Íslensmenning alltaf dálfminni. Og það er mjög merkilegt að það er svo margir sem að þjóna. Það er margir sem byrja að segja eitthvað við erum að vatni og öllar margir sem eitthvað ég ætla að þjóna, hvað vil ég fá? Pleysið eða. Já. Og við erum kannski áttum okkur á að vera ekki búin að setja upp nægilega góða sýn á hvað okkur vantar að prófna þetta úti. Og fólk segja að maður geti aldrei haft ómikið af eyrnaselkum fyrir barnið sitt, en kannski þetta með eyrnaselkum fyrir ófædda barni. Hvað segir maður það? Hvernig leggst þið þessi úlita? Er þetta eitthvað sem hafði komið á óvart eða Ég ætla ekki að gera þetta.